Komið sæl. Mér langar að tala aðeins við ykkur evruna og aðildarumsókn okkar að ESB. Ég vil segja fyrst þetta, að ég held að ef við stæðum frammi fyrir þeirri ákvörðun núna, hvort við ættum að sækja aðild að ESB og þar með taka upp evruna, þá held ég að meirihluti þingmanna myndi segja nei við því, og það sem meira er, ég held að mikill meirihluti þjóðarinnar myndi einnig segja nei. Það eru alltaf aðrar aðstæður núna uppi, heldur voru sumarið 2009 þegar þessi ákvörðun var tekin, og ég held að sé skynsamlegt að við horfumst í augu við þá staðreynd. Atburðir í Grikklandi og þróunin undanfarin misseri hefur opnað umræðum það sem áður var talið algjörlega óhugsandi að grundvöllur evrusamstarfsins væri raunverulega í hættu. Að það gæti hið óhugsandi gerst að Grikkland myndi hrekjast út úr evrusamstarfinu og þar með jafnvel gæti flosnað upp úr öllu því samstarfi. Ég spurði Steingrímur J. Sigfússon á Alþingi nú fyrir skömmu síðan það hvaða viðbragðsáætlanir það væru sem að ríkisstjórnin var að vinna að til að undirbúa okkur Íslendinga undir slíkar harmleik sem það væri ef evran hryndi. Að því að fyrir okkur Íslendinga þá væri það svo skelfilegt því að er að ræða okkar helstu viðskiptalönd og þetta myndi hafa slæm áhrif á okkur. Það er engin spurning. Svarið var nákvæmt hvað það varðar að það verið að vinna slíka áætlun af hálfu ríkisstjórnarinnar. En þá kemur auðvitað upp svo spurning. Hvernig stendur á því að við erum á sama tíma við erum að undirbúa okkur undir það að þessi gjaldmiðill gæti jafnvel hrunið, að við séum leið að sækjum aðild að sama gjaldmiðli. Ég held að það sé miklu skynsamlegra að við setjum núna stopp í þessa viðræður, við stöðum þær, gerum hlé, metum stöðuna á nýtt, sjáum hver þróun verður í Evrópu á næstu mánuðum og misserum og síðan ef við teljum það sé skynsamlegt að halda áfram með þessa viðræður, að þá verði það þjóðin sem að fái tækifæri til að segja af eða á það mál. Þetta er risastórt mál í okkar samfélagi. Spurningin það hvort við viljum vera partur af ESB eða ekki. Og það er alveg eðlilegt að þessi þjóðin sem segi í upphafi hvort að við eigum að fara í þetta ferli og það er leið líka nauðsynlegt að það sé þjóðin sem eigi síðasta orðið þegar kemur að því, ef það kemur að því, að það komi hér samningur til landsins. Við þurfum að ná sátt þetta mál og við þurfum að einbeita okkur síðan á öllum þeim stórum málum sem að bíða úrlausnar og því miður þá er þetta mál núna að þvælast fyrir okkur og draga úr möguleikum okkar til þess að ná sátt þau stórum mál sem við svo sannarlega þurfum að gera. Takk ykkur kærlega fyrir.